Þá ætlum við að halda áfram með föstudagsþáttinn og næst ætlum við að tala eina stærstu ferðahelgi hérna norðan heiða þegar það eru stórviðburðir hérna í Eyjafirði þegar það er fiskidagurinn mikli á Dalvík og handverks- og landbúnaðarhátíðin. Handverkshátíðin og landbúnaðarsýningin á Hrafnagili. Vertu velkomin, Guðný. Já, takk fyrir það. Hvað getur nú, handverkshátíðin og síðan landbúnaðarsýningin, þetta á sér orðið ansi langa sögu og gríðarlega vinsæl hátíð. Hvað getur þú sagt okkur hátíðina? Handverkshátíðin er haldin núna í 24. sinn. Og þetta er annað sinn í þessari runu sem við erum með landbúnaðarsýningu. Það voru landbúnaðarsýningar hérna áður á Hrafnagili. Og þetta verður óvenju stór hátíð í ár. Ætli ef við teljum öll handverksborðin og annað, ætli sýnendur verði ekki milli 150 og 160. Þannig að það verður nóg að skoða og mikil stemming á svæðinu. En landbúnaðarhluti núna? Landbúnaðarhluti núna er tilkomin vegna þess að landbúnaðar er bara í mikilli uppbyggingu hér á landi. Það er mikil endurnýjun í íslensku landbúnaði og við þurfum kannski svona pínu að fara að horfa öðruvís á landbúnaði hefur. Þetta eru bara nútíma stór fyrirtæki sem að bændur reka margir hverjir bara á snjallsímanum sínum. Já. Og með mikilli vinnu og við ætlum að kynna það nýjasta í landbúnaðartækjum og tólum og síðan ætla bændur að bjóða heim á sunnudeginum. Ætli fólk átti sig á því hvernig íslenskur landbúnaður virkar í dag? Þeir sem kannski einmitt kíktu í sveitir eða voru í sveitir og krakkar, ætli átti sig á öllum breytingunum sem hafa átt sér stað í tæknivæðingunni í íslensku landbúnaði? Nei, ég geri það varla sjálf. Ég er alin upp í sveit og alin upp við að mjólka kýr en ég get ekki labbað inn í fjós í dag og hafist handa vegna þess að tæknin er orðin svo ör. Já. Og bara aðbúnaður dýrana er svo miklu betri heldur en hann var. Þó að menn hafi alltaf haft það í fyrirrúmi að hugsa vel um dýrin sína, þá er bara húsin loft betri, rýmið meira og þetta er bara allt annar hlutur. Já, nákvæmlega. En það er bara framleiða hágæða vöru. Já, ekki spurning. En hvað eru margir, það hafa mætt alveg ótrúlega margir gestir á þessa hátíði gegnum tíðina? Við höfum verið að fá í kringum 20.000 heimsóknir og síðast á landbúnaðarsýningu þá fóru það upp í 25.000 og við erum að búa okkur undir svipaðan fjölda í ár. Þannig að þetta er gríðarlegur fjöldi og það er svo gaman af því við erum með systurhátíðin okkar fiskidaginn út á Dalvík sömu helgi og mikið af fólki sem fer á báða staði. Já. Og svo erum við bara að vona að fólk staldri við, komi hérna verslunarhelgina og eyði bara vikunni hérna í firðinum. Það er nóg að gera. Það er það sem gerir þetta líka svo fallegt að þetta getur alveg tóna saman. Þú þarft ekki að vera alla helgina 24/7 á handverkshátíðinni né fiskideginum en það er hægt að fara þarna á milli. Þú fer bara á milli og við aðlöguðum okkur núna. Við höfum alltaf haft kvöldtökuna okkar á laugardagskvöldinu en nú hafa fiskidagarnir ekki, ég held að sé þriðja sinn núna án ábyrgðar sem þeir eru með stóru tónleikana sína. Já. Þannig við ákveðum að flýta kvöldtökuna okkar, hún var á föstudagskvöldinu núna þannig að okkar sýnendur og aðrir geti bara drifið sig á stórtónleika, þeir eru búnir hjá okkur á laugardeginum. Nákvæmlega. Þetta ég man sko upphaflega, þá var þetta pínu fætingur hérna í den, löngu fyrir þína tíði í handverkshátíðinni. Þá var einmitt á að vera sömu helgir þegar þú ekki verið að keppast gesti á sikkurri hátíðinni, fiskidegi og handverkshátíðinni. Það varð alls ekki málið. Þetta eiginlega styrkti hvort annað. Nei, en það áttu alltaf að líta á samkeppni sem góða. Það er gott að hafa samkeppni, það heldur þér á tánum. Og svo ættu bara að knúsa samkeppnisaðilann. Við Júlía knúsumst alltaf. Já, það ekki. Þannig að það er bara gott á milli, sko. Og 50. á Dalvík, þá er fiskisúpukvöldið og kærleiksveðin sem er reyndar uppáhaldskvöldið mitt á fiskideginum. Hefur farið á 50. einhvern tímann? Nei, ég hef bara verið í önnum, þannig að ég ætla að mæla hvort sem er fyrir þig eða aðra að fiskisúpukvöldið á 50. er ofboðslega sjarmerandi. Þá er dagskrá og tekin keðja og svo labbar fólk bara einhvern veginn svona í rólegheitunum og fólk opnar húsin sín og gefur fiskisúpur. Þetta er ofsalega sérstök og skemmtileg stemming. Það var líka bara svo gott að vera búin að koma við á handverkinu og kaupa sér nýtt outfit fyrir kvöldið. Ég er að segja það. Hvenær opnið þið þess að? Við opnum á 5. deginu kl. 12 og erum til 7 fimmtudag, föstudag og laugardag og svo erum við til 6 á sunnudag. Já, nákvæmlega. En við ætlum líka að ræða ýmislegt annað. Þið ætlaði að vera með hátíð. Já, þetta er hátíð með hái og í dag störstum við Facebook-leik þar sem að við skórum á fólk að mynda há. Þú ferð út með snjallsímann eða myndavélina eða hvað sem þú vilt og sendir okkur svo afraksturinn. Hvað sem fjölskyldan leggst á jörðina og myndar há eða myndar hár sem byrjar á há eða hvað fólki dettur í hug og sendir okkur myndirnar og flottustu myndirnar fá glæsileg verðlaun og það verður valið úr og það verður svona upplifun í Eyjafjarðarsveit. Við ætlum að bjóða fólki á tjaldsvæðið og í sund og að sjálfsögðu á handverkshátíðina
Lambinn og Kaffi Kú og Silva og Smámunasafnið ætla að bjóða fólki líka upp á klæðninga hjá sér. Þannig að við erum að hvetja fólk að staldra svolítið við. Það er annað af því þú nefnir nú þessa staði, Lambinn og Silva og fleiri, sem eru líka bara, eru bara matsölustaðir sem eru hérna rétt hjá Akureyri. Hvernig er það með að kíkja fyrir gesti svona fyrir utan þessa sýningu, svo ég tæki nú smá uppeyju og umræðuefnið? Er ekki opið á þessum stöðum? Það er bara að skella sér upp í bíl og renna framöndir í mat. Og Kaffi Kú er náttúrulega opinn allan daginn, þeir eru opnir til 6 og það er náttúrulega algjör upplifun eftir að þið verið með bjóða upp á nestisferðir. Hjá sér, þú getur komið í lautarferð á Kaffi Kú, ég mæli með því alveg allan daginn, sko. Okay. Þá kemur bara og kaupir nesti á þeim og fer svo út og kemur þið fyrir með körfu og huggulegheit og kýtnar út á túni og nýtur veitingana. Og hjá Kaffi Kú er það ekki, þar er hérna glerið, þú ert eiginlega inn í fjósi. Þú ert inn í fjósi, þú ert bara, og svo geta krakkarnir fengið að kíkja á kálfana á eftir. Nákvæmlega, þetta er æðislegt. Hvað þurfum við að vita meira fyrir hátíðina? Heyrðu, við erum, mér langar svolítið að fá skora á fólk að fara að bóna hanana sína. Við ætlum að vera með hanakeppni og það þarf svona aðeins að passa upp á að fjaðrirnar séu í lagi og svona bæði hanar, íslenska landnámshænan og haninn verða þarna til sýnis og fólk ætlar að keppa hvert eigi fallegasta dýrið. Já. Og svo veit ég að börn í Eyjafjarðarsveit eru farin að æfa sig, það hefur sést til þeirra með kálfa í taumi, við ætlum að vera með kálfateimingakeppni. Síðan ætla Landssamband sauðfjárbænda og kúabænda, við ætlum að etja þeim svolítið saman. Ekki í fyrsta skipti? Ekki í fyrsta skipti. Föstudeginu keppa þeir í svona ýmsum þrautum og kúabændur þurfa að geta ýmislegt sem sauðfjárbændur kunna og öfugt. Og svo er hápunkturinn í kvöldi þegar þeir fá sviðið á kvöldvökunni í sitt hvort 10 mínúturnar. Og þá er það áhorfendur sem að skera úr hvort sé flottari. Ég veit að formaður kúabænda stórsöngvarinn Arnar á Hrannastöðum telur að þetta verði létt en Tóti gæti nú lumað á ýmsu. Já, ég geti trúið því líka. Við eigum eyfirska flotta formin hérna og þetta verður skemmtilegt. Nákvæmlega. Svo finnst mér eiginlega ekki verð að koma því að hvað sýningin er mikil samfélagsviðburður. Ég var í gær að þá var íþróttafélagið að steikja soðubrauð, alveg fjöldi sjálfboðaliða að steikja. Í kvöld erum við að fara að setja upp sýningakerfið kvöld og á morgun og þá fyllist alltaf sjálfboðaliðum sem er að gera þetta og í raun og veru sko allur hagnaður af sýningunni rennur út í samfélagið aftur. Hann fer allur út í félögin og þetta er þeirra stóra fjáröflun á árinu. Þau halda þessu uppi, við erum bara á punt við Kata, sko. Þau redda þess. Já. Ég efast að þið Kata eru nokkuð tíman bara upp á punt en allt í lagi. Sjálfboðaliðarnir eru, það er reyndar alveg stórkostlegt. Það er alveg frábært að fylgjast með og það er frá krökkum sem eru í gæslunni og upp úr. Það er allur aldur, flesti bæir koma að þessu, fólk er að baka og það er frábært að fylgjast með þessu. Æðislegt. Takk fyrir að koma og við fylgjumst auðvitað spennt með og hvetjum fólk til þess að kynna sér. Takk fyrir mig. Þetta. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.